Það er komið að mæleiðsögn fyrir fiskana. Þetta er opinn lestur og á við fyrir suma en alls ekki alla. Ef að lesturinn fyrir sólarmerkið þitt, það er sem merki sem er tengt fæðingardeginum, á bara alls ekki við fyrir þig, þá getur alltaf athugað önnur merki úr stjörnukortinu þínu og ber þá sérstaklega að nefna tunglmerkið þitt og rísandi merkið þitt. Aðeins hérna slétta úr hérna. En svo getur líka vel verið að ég sé bara ekki á þinni bylgjulengd þetta skiptið. Og ég er þá að fá kannski bara næst. En við skulum demba fyrir lesturinn og byrja því að athuga hvaða fiska ég er að tala við. Við fáum uppákomur, atburði, hvað er framundan, hvað erum að vera hjá sem fiski, verðandi misseri. Ef við skoðum leiðsögn fyrir fisk. Ef við fáum að sjá kannski hvaða áhrif þetta hefur á komandi tíma. Svona. Ok. Elsku fiskar, ég er aldrei alveg viss hvort ég tala við ykkur í eintölu eða fleirtölu. En ég er að sjá hér að það hafa verið einhverjir samskiptaörðugleikar, einhver árekstur í sambandi og það getur verið hvernig samband sem er, og sem er parsamband eða fjölskylduband eða vinátta. En ég er að sjá einhvern árekstur, einhverjir samskiptaörðugleikar, einhvers staðar gaus upp úr og finnst eins og að það sé svona búið að vera að reyna að kortleggja hvað fór úrskeiðis, hvað hefði mátt gera betur, af hverju varð þessi árekstur til. Og mér finnst það vera svona að skýrast, það er kannski sérstaklega fyrir þér. En það sem ég er að sjá líka núna samt er að það er verið að kortleggja þennan árekstur. En það sem ég er að sjá samt hér er eins og að annað hvort ykkar, annað þú eða hinn einstaklingur þetta getur speglast, en ég ætla að tala eins og þetta sér þú, að það er eins og að þú bara svolítið hafi ákveðið að sópa undir teppið og bara ekki taka þetta nærri þér, ekki hafi bara svolítið lokað þig fyrir þessu. Og í rauninni, þú ert svolítið bara, bara svolítið að sópa undir teppið þegar þú ert ekki að díla við þetta og ert meira bara í því að, þetta er þá bara búið, liðið, ekkert við því að gera og alltaf þá bara að horfa á ný mið einhvern veginn. Bara ekkert að láta þetta trufla þig, ekkert að pæla í þessu og bara, bara fara eitthvað annað, bara halda áfram og mögulega er það bara alveg rétt ákvörðun fyrir þig en á sama tíma þá er svona pínu eins og sért að ekki takast á við þetta og ert pínu bara svona að sópa þessu frá þér. Kannski er það rétt leið, er það örugglega fyrir einhver ykkar er það ekki endilega rétt leið. Það verður bara hver að velja fyrir sig. En ef við skoðum hvað er framundan, þá er svona tvískipt, það er bæði liggur hjá þér eitthvað svona mýkt í að ætla
Ég ætla bara að taka mjúklega á sjálfu þér, sinna þér, klappa svolítið sjálfur og bara næra þig. En á sama tíma þá einhver pirringur í þér. Og mér finnst eins og það sé einhver pirringur í þér út af þessu tiltekna máli. Þú veist að þú ert ekki, þú veist, ert í dag, þá ert svona bara sópa þessu frá þér og bara, þetta skiptir ekki máli, whatever, þetta búið. Ekkert sem ég geri að fara að laga þetta. Ja, þú veist, hugsaðu allavega hana. Og þú ert að einbeita þér hérna að því að vera bara rosalega nærandi og bara, þú veist, lítur á þetta sem nýtt tækifæri, þú veist, ert bara að horfa ný með, ert að stefna bara í þessa mýkt og mildi, þetta verður bara gott og blessað og rosalega, þú veist, og bara gefandi fyrir þig að vera komin hérna á einhvern nýjan stað með þetta. En svo eitthvað pirringur. Þetta eitthvað að ángra þig. Og þetta að mynda spennu í þér. Og það líka eitthvað óöryggi í þér gagnvart því hvað öðrum finnst. Og ég að skynja eitthvað svona vantraust annarkvort sjálfu þér eða gagnvart hinum aðilunum sem að ágreiningurinn við, jafnvel einhverjum fleirum sem tengjast þessu. Það svona eins og þú náir ekki að sleppa tökunum alveg á þessu. Og jafnvel að þú dettir í einhverju svona pirring og paranoju nánast. Yfir því, þú veist að hvað ætli hinn eða þessi sé að segja mig. Það einhver þannig pirringur sem að kemur upp. Og það stangar svo mikið, það stangar svo á þessa mýkt sem þú ert að reyna að skapa þér. Leiðsögnin þín, þetta svolítið skondið, leiðsögnin þín svolítið á það leið að ef þú ætlar að snúa bakkinum við þessu og bara ekki díla við þetta og bara sópa sem teppið og bara láta eins og þetta skipti engu máli, þá skalt þú gera það heils hugar og þú veist, þá má þetta ekki vera að hafa þessi áhrif á þig. Af því að, ef þú getur ekki snúið bakinu við þessu sátt, þannig að þetta trufli ekki, þannig að það kom ekki upp gremja eða biturleika eða kergja eða ótti eða hvað nú í þér. Þú veist, þú verður þá að gera það þannig að þetta trufli þig ekki. Þannig að þú sért sátt með þig og þinn hlut. Ef að það óánægja í þér, ef að það pirringur í þér, ef þetta eitthvað fylgja þig þannig að þú ert í einhverju óvissu og þú ert með, þetta klæjar eitthvað undan þessu, þá eiginlega verður að líta á þetta, þá verður að gera eitthvað í þessu. Að það, aðstæðunar eins og þær eru núna, eins og þetta að birtast mér, að þá þetta komið í sundur. Ágreiningurinn þannig af staðinn að þú ert ekki að díla við manneskjuna beint. Hinn aðilinn sem að ágreiningurinn við eitthvað staðar í burtu, ekki nálægt þér, ekki blandaður við þitt líf lengur. Þannig að þú verður þá að díla við þinn hlut bara sjálft. Hvernig sem þú gerir það. Hvort sem þú þarft að hafa samband við hinn aðilann aftur eða ekki. En núna þetta sem situr eftir hjá þér, það sem kemur upp hvort þessi pirringur eða reiði eða biturleika eða gremja, þú veist, einhver kláði undan þessu, það fullkomlega þitt. Hinn aðilinn hvergi inn í myndinni. Hinn aðilinn bara einhvers staðar annars staðar, þannig að þú verður gjörsamlega bara út í eitt að díla við þetta sjálft og þú getur ekki fært ábyrgðuna yfir og hinn aðilinn, hann ekki þarna. Þannig að nú verður þú bara að ákveða, þú veist, ef þú ætlar ekki að díla við þetta, ef þú ætlar bara að sópa þessu undir teppið og láta eins og þetta hafi ekki skipt máli eða hafi ekki gerst eða eitthvað, þá verður þú að vera sátt við það á þann hátt að þið klægi ekki undan þessu. Ef þið klægir undan þessu, þá verður þú að eiga það við sjálft þig og þú verður þá að skapa aðstæður þannig að þú sért sátt. Af því að framundan, þú veist, framundan að það pressa, það eitthvað áreitið, þú ert eitthvað neginn svona pínu lokað, þú veist, það pirringur, það þrýstingur og eitthvað svona áreitið og þú ert eitthvað neginn búið að loka augunum og eyrunum
fyrir þessum aðstæðum og það fylgir svolítið áfram. En hins vegar þá sé ég líka að það er eins og þú ákveðir síðan að afhjúpa þig og berskjalda þig og jafnvel gagnvart þá aðstæðum og hinum aðilanum. Og það verða áskoranir framundan en hins vegar engar svo slæmar að þú ráðir ekki við þær. En það snýst svolítið bara hvernig ætlar þú að standa með þér í dag. Bæði gagnvart því að gangast við sjálfu þér, bera ábyrgð á sjálfu þér og líka hvernig þú berar þig og berskjaldar þig við aðra og gagnvart aðstæðum. En hins vegar eins og ég segi, pressan, þessi pirringur þannig, fylgir þér eitthvað áfram og það er svo algjörlega þitt að takast á við það í einu og öllu. Og hvort sem þú ákveður að sópa þessum aðstæðum, þessum ágreiningi sem kom upp, hvort sem þú ákveður að sópa því bara algjörlega í burtu, að þá þarftu að minnstakosti að taka með þér lærdóminn og gangastu sjálfu þér seinna mér þegar þú áttir þig á, ok, ég hefði getað gert betur, ég á mín munstur sem að þjóna ekkert alltaf rosalega vel. Í framtíðin ætla ég að gera hlutina öðruvísi eða eitthvað svoleiðis. En við skulum fá smá auka innsýn hér. Ok, það klárlega fóru tilfinningar þínar svona svolítið hressilega upp á yfirborðið, þannig að allavega í smá stund þá gaus alveg svolítið upp úr hjá þér. Það er sennilegast bara mjög eðlislegt hjá þér að vera svolítið með tilfinningarnar upp á yfirborðinu, allavega þessa dagana. Þér verður stundum svolítið heitt í hamsi og það hefur áhrif á samskiptin og samböndin og hérna er samband sem og það getur hvernig samband sem hvort sem það hjónaband eða ástarsamband, vináttur, starfsamband, kollegar, fjölskyldubönd, getur verið hvað sem en þetta er einhvers konar samband sem var þá klofningur í, einhverju ágreiningur í klárlega og ennþá. Það er ennþá klofningur. Þannig að þið eru aðskilin núna. Hins vegar þá, eins og ég sagði þá býðst þér að bara halda áfram og fara út í lífið og sópa sér bara undir teppið og láta eins og þetta hafi ekki verið. En hins vegar þá verður eiginlega að taka með lærdóminn af því bara hvað lærður af þessu. Hvað getur þú gert betur næst þegar þú finnur í aðstöðum að það brýst fram þínar tilfinningar eða ef einmitt annar einstaklingur bregst tilfinningalega við og það triggar þig. Þannig að taktu að minnstakosti með lærdóminn. Hvort upptakan stoppaði áður en náði að klára lesturinn, þannig að ég er að kötta hérna inn í. En eins og ég var að segja, hvort sem þú tekst á við þessar aðstæður eða ekki, sama hvernig fer, taktu allavega lærdóminn frá þeim og leyfðu þig að fylgja þér með það næst þegar koma upp einhverjar krefjandi aðstæður og ágreiningar í samskiptum. Taktu lærdóminn með þér þó að þú ákveður að láta þetta kyrrleggja og ekki hreinsa þetta upp. Ég var búin að draga hér erkiengil sem ég ætla að leyfa samanspil að koma því að þetta er spilið Serafim Serafísa sem biðlar til þín að slaka á, tengja þig eða opna þig fyrir orku uppsprettunar og heimsins
og opna hjartað þitt og þetta boð að þú leyfir bara að sitja í orkunni þinni, kraftinu þínum, leyfir að tengja þig við aðri mátt, almættið, andan og uppsprettinu, bara það sem þú velur að kalla því og bara leyfðu þér að taka á móti orkunni, leyfðu henni að leiða þig og taktu á móti skilaboðunum hvernig best fyrir þig að vera í þessum aðstæðum eða hvernig best fyrir þig að finna frið í þessum aðstæðum. Bara opna hjartað og leyfa alheimsorkunni að næra þig og friða þig. Þá ætla ég að segja að þessari leið svona lokið. Ég vona að skilaboðin til sönnu rétt til þeirra sem þurfa að halda og koma að gagni. Ég þakka kærlega fyrir mig og ég þakka áheyrnina.